skemmtilegast er þetta Gartur hérna, stofnbíliðafélag. 16, þetta er bara ekki. Já, ef að vinstri dótarið kemst aftur til valda, þá hlaupaðir í skúrin. Við hægri stundin að tekja þetta líka. Nei. Síðast er ekki svo, þeir bóðu þetta. Þeir með svo stofnum þetta í það félag. Ef ég sittum út á vinstri, þá kveikja og byggja. Já. Þetta fara að fatta göngin og það er allir að fara. Sko, einu flöskuhálsinn við þessi göng var gjaldskip. Það er aldrei neina raður eða neitt núna hérna. Það er sko, þetta er komið hámark sem að svona regnum segja. Það reynda sko þegar fjölgar rafmagnsbílum þá hérna minnka þetta vandamál með mengun í göngum. Ég finnst allt í lagi. Þeir kveikja aldrei á þessum blásurum. Ég finnst allt í lagi. Ef þú keyrir gegnum göng eða eitthvað, þá bara lesi bara númerunum sjálfkrafa. Borga kannski 3 kalla eitthvað bara gegn. Það er ekki tjók mér. Það verður hann með nýju ölvasamruna, það verður gert hann. Þá var ég til að keyra á flettastað og það kostar bara gegn. Það er það sem þið ætla að gera með nýju ölvasamruna, sko. Það verður bara númerlesari sem að lesa. Hvað kostar yfir? 300? Já, það er eitthvað svona 300-400. Bara að segja, ef við fólk keyrir gegn og myndurinn enn að fara að beygja í gegn og vera einhver umferðartöfum yfir ölvasamruna. Í staðan fyrir að borga 300 kall bara fyrir það við nýjum. Nei, ef þetta er 300, það er í lagi, en leiði þetta komið yfir 500. Já, þá er færa fleira að... Já. Þetta sparaði svo lítið tíma. Þetta mun gjörbreyta Selfossi. Losna við alltaf óþarfa trafík. Já. Það var miklu betur lífsgæði hérna. Ég meina, það að fara í miðbæinn á annan tíma og eftir miðdaginn, það er bara vonlaust. En þeir hafa víst að banna stóra bíla yfir Kumlubrúna. Já, en núna þá er bara einn í einu. Já, 50-70%. Það verður alveg bannað stóru bílar yfir Kumlubrúna, sko, þannig að þeir verða að fara inn í hér. Og þeir eru ekki að borga 5.000, sko. Já, veist, 2.000. Það er stóru bílar. Það er það yfirleitt afturubílar. Já, en það hækkar náttúrulega bara byggingarkostnaðinn á fólkinu. En sko málið er það að hérna, veist, fyrir sko fyrirtæki sem er mann í vinnu, sem er launum við að bíða í fyrirferðartöfum, þá er betra að borga. Já, en þú veist, það er náttúrulega verkkaupið sem borgar þetta alltaf. Já. Þannig að ef það kostar lítið yfir, þá er það bara dýra verð. Það reyndar ef það greiði fyrir, það var eins og þegar ég settu veggjöld inn í miðborg Lombo. Það var sko 5 pund. Þannig er sko 1000 kall bara að fara inn í miðborgina. Þá voru menn að tala um þetta hækka vöruverð í miðborginni. Þá sögðu seldivísturar og þessu flugvísturar, nei, við komumst bara miklu fleiri þennan. Þannig að það... Minka auðværi með svona... Já, minka auðværi. Og meðalhraðinn inn í miðborginna, það fóru 14 km/h í 30. Og það tvöfaldaði sko hraðinn. Þannig að við bætum þetta bara upp á því fólk þeir verði. Sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei samþykkja í borginni, það er rukkað. Já, þeir ráða því ekki, það er veðgerðin sem ræði því. Þú ert að tala um kafagjöldin sem ætlaði að vera á stofnbrautinni fyrir ríkjum. Já. Og ég er að tala um þess að var alltaf byggjum. Það er Suðurlandsveginn og Reykjanesbrautin og hérna í gönginu svona. Svo er alltaf það, sko, það er annað. Það er hún stönd. Það getur ekki bara skotist í nóttíðan eða við setjum þetta og taka aðeins lengri nótt. Þetta er bara engin skattheimta, sko. Þetta er ekkert annað, þetta fer ekkert í umferðargöng. Já, sko, þetta sé bara með bílastækjum, þetta er ekki með að stýra álæginu. Það er staðrind að ég nánast átta þau borgum sem hafa tekið upp svona kafagjöldin yfir borgina. Það verður mikil andstæð þetta sett á. Svo er það sett þetta á tilraunaskinni. Þegar tilraunin er búið þá vil enginn breyta tilbaka. Það er svo náttúrulega búið að vinna síðustu 20 árin markvisst með að þrengja allar göturinn í Reykjavík. Hvaða götur er búið að þrengja sem að tefja fyrst? Snorrabraut, Snorrabrautin, það gengur fínt og fyrir það. Umferðin gengur fínt á Snorrabrautinu. Hún var enda sko þrengt eftir ítryggu banaslys. Bara þess að ná niður umferðarhraða. Grensásvegurinn. Grensásvegurinn, það er ekkert aukist umferðarhraði þar. Enda líka þeir sko eru með þetta tvöfalt við Flöskósinn sem er gatnamótin. Já. Þar er allt óskert sko. En nú á líka loksins Það er Spárahvammsvegurinn líka í Kópavogi, það er ekkert, það veit ég fyrir þar daglega. Það er engar umferðarhraði þar, þeir þrengtu hann 2 reglur innan. En þeir eru núna að fara að laga hérna Sprengisand, þar í þau gatnamót. Þeir eru að fara
bæði að Bústaðavegi og Suðurlandsbraut, jafnvel Líbýlavegi líka. Ég ætla líka að breyta gatnamótunum hann á Höfða sem er búið að vera sem mest talað breyta það tilbaka. Umferðin gengur fínt þar. Nei, gengur ekki fínt þar. Það er allt stopp þar. En það er hérna sko, Þetta er bara heimskulegasti framkvæmdin sem hafa verið farið í síðustu ár hann upp á Höfða, sko. Við höfum glemt að loka toppbúinni hann á Hjólhýsinu. ja, það getur valdið því að það springi. Já, það var eitthvað rók, það var galopinn þarna. Já, en þetta er eitthvað, sko, þetta er að því hún er opinn svona, þá er minni hætta. Þannig að það væri Keyra vindur. af stað með þetta galopið, sko. Þetta menn hafa lent í því að þau er sprungið, það er bara eins og mikið loftisk grunni að það bara springur. Það var ekki sjokk þegar hann stoppar maður. Heppilegt að það er gott veður. Hún er sem er opinn gluggar sem getur sprungið. Það er líklegast að fá springur. Nei, ekki svona, af því að það opnar í þá áttina að vindurinn sko, þó það getur alveg